þið ættuð að velja Herranótt vegna þess að þetta leikfélag í rauninni það leikfélag í bænum sem ég ber hvað mesta virðingu fyrir. Það byggir á aldagömlum grunni. Þetta eru spennandi krakkar. Mér finnst að allir eiga að skrá sig, allir eiga að taka þátt í þessu námskeiði. Áður en að ég byrjaði í Herranótt þá átti ég enga vini og var hrein með. En í Herranótt þá misti ég meiddóm minn og eignaðist eina vini minn. Það myndast líka alveg bara geðveikslega góður andi í Herranótt. Maður kynnist fólki sem maður hefði kannski ekki kynnst. Í Herranótt kynntist ég mörgum af mínum bestu vinum. Og bara félagsskapurinn svo ótrúlega stór hluti af því af hverju Herranótt mesta snilld í heiminum. Ég fór í Herranótt í fyrsta sinn á seinasta ári og ég sá eftir því að hafa ekki gert það fyrr af því að þetta var bara eitthvað skemmtilegt sem ég hef gert. Að fá að vinna með svona flottum leikstjóra eins og Stefáni Halli og bara öðrum listamönnum sem koma að sýningunni. Það bara ótrúlega gott tækifæri sem þið ættu ekki að láta framhjá ykkur fara. Þið verðið betri leikarar. Þið verðið betri listamenn. Þið lærið að skynja umhverfið á annan hátt. Þið lærið að tengjast ykkur sjálfum og öðrum á nýjan og spennandi máta og svo verður þetta bara ógeðslega gaman. Að fá að taka þátt á leikfélagsnámskeiði Herranætur sem eitt elsta leikfélagið á Norðurlöndum frábært tækifæri. Þar að auki einstakt tækifæri að fá að vinna með Stefáni Halli Stefánsinni sem frábær leikstjóri og leikari. Herranótt það skemmtilegasta sem ég gerði hjá mér. Herranótt hjálpaði mér mjög mikið. Þegar ég var í Herranótt þá var ég ákveðlega mest að pæla í bara hvað ég var að græða mikið á því sem leikari og sem listamaður og ég enn þann dag í dag ótrúlega þakklátur fyrir allt það. En svona, þegar ég lít tilbaka þá er ég ennþá meira þakklátur bara fyrir bara vinina sem ég eignaðist. Ekki bara vegna þess að þetta er skemmtilegt fólk til að chilla með og gaman að fara í partí og allt það. Þetta er líka bara vegna þess að það er frábært að mynda svo mikið af vinum alla sem eru í listalífi og að fara að vera með manni í að gera sketsa eða smáleikrit eða stuttmyndir eða bíó eða whatever, eða tónlistarmyndband eða hvað sem það er. Þetta er ómetanlegt fyrir alla framtíð að taka þátt í þessu námskeiði. Ég mæli með því að þú skráir þig á námskeiði á Herranótt af því að þegar ég var í MR þá hefði ég sennilega dáið úr leiðendum ef ég ekki var í Herranótt. Herranótt bjargaði lífið mínu. Ertu með, ekki skvel? Vera með það því að allt eru lyklar inn í framtíðina. Herranótt svona eins og blóm. Á vorin þá springur það út og blómstrar. Eins og dælja sem svona hleypt út á vorin og fær að sleppa þessum klaufum. Þannig ef þið eru hreinar meyjar eða hreinir sveinar þá er bara mjög líklegt að Herranótt geti gert ykkur að betri og þroskari manneskjum heldur þið eruð hún í dag. Jú, og svo líka rosalega gaman að leika og maður þroska sem persónu gegnum það. Herranótt vettvangur fyrir í rauninni hvað sem bara saman hvað hæfileika maður hefur. Að vera í útlitsdeild Herranætur sjúklega skemmtilegt. Herranótt fyrir alla. Það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Ok, að taka þátt í Herranótt eitt af því svona fáa sem getur gert í MR til þess að vera skapandi. Ég núna að fara að byrja mitt 4. ár í MR og ég get algjörlega sagt það að Herranótt það langskemmtilegasta sem ég hef gert í þessum skóla. MR Herranótt og Herranótt MR. Og þetta er bara snilld. Þú kemur til skóla, hittir ógeðslega skemmtilegt fólk og ert bara eitthvað að pæla og ekki starffræði heldur bara hvernig þessi að fara að líta drullu vel út. Herranótt og Herranætur námskeið það eina sem maður hlakkar til að gera í vetur. Í Herranótt getur það öðlast reynslu sem nýtist þér í gegnum allt lífið. Herranótt frábær leið til þess að komast inn í félagslífið og til þess að kynnast fjölbreyttum hópa fólk. Herranótt ástæðan fyrir því að ég fór í MR og ég sé alls ekki eftir því. Herranóttin breytti þessum vetrum rauna minna í sumartíð. Skráði ykkur í Herranótt og gleðist. Þegar á hólmann komið þá þetta ótrúlega gefandi, skemmtilegt, borgar sig 1000. Það sem mér finnst stórkostlegt við Herranótt frumkrafturinn sem verður til þegar allir þessir einstaklingar sem hver og einn með sitt eigið kjarnorkuver koma saman inn í einhverju rými og byrja að skapa. Gefa orku, þiggja orku og úr verður eitthvað stórkostlegt. Þessar aðstæður verður ekki til hvað sem verðið með í Herranótt af því þið uppgötvuð eitthvað ykkur sjálf og í tengslum við aðra. Og þú átt ekki að láta þetta tækifæri fram með það. Vegna þess að það eitthvað að gerast. Það einhver kraftur, það einhver spenna, það einhver orka sem við það að losna á læringi.
Það eru ótrúlega hlutir að fara að gerast þarna. Ég vil fá þig í herranótt.